Já, ég var búin að grípa svo til þess að nota mikið svo sem hreyfingu til þess að svona ná mig betur og svo fór ég bara að leita til sálfræðings og svo á endanum ég leitaði til geðlæknis til þess að svona sjá eitthvað ljós í þessu öllu saman. Þetta var mjög yfirþyrmandi verkefni, það verður viðurkennast. Hvernig er tilfinningin? Bara, ég meina, hver er vanlíðanin? Já, þú náttúrulega sér fyrir að þú eigir náttúrulega sem enga framtíð. Og þú þarna mjög frambærilegur náungi búin að ná langt í viðskiptaheiminum og þarna í rauninni bara hefur ekkert að gera, það er öllu kippt undan þér. Já, menn þú upplýðir það náttúrulega, þú hefur enga framtíð og það er ekkert, þú hefur náttúrulega orðið bara öllum til tjóns og skaða, bæði fjölskyldu vinum og landinu þínu, þannig að það er ekki góðu staður að vera á. Lárus Velding, maðurinn sem setti sér það markmið að gerast bankastjóri fyrir 30. Það reyndur stór mistök, ekki að mínum mati, ég var að fermast á þeim tíma sem hann tók við bankastjórakeflinu. Þetta reyndust stór mistök að hans eigin sögn, en það kvarlaði ekki að honum að í kjölfar 17 mánaða starfi hans hjá bankanum myndi fylgja 17 ár af málaferlum. Lárus segir á einlægan hátt frá vegferðinni í 8 bankastjóratitlinum í þessu viðtali, svartabeltinu í karate, ofsakvíðakasti eftir samningaviðræður í London, vinnuálaginu úti, ofnamennu sem hann er með fyrir áfengi og að gefa upp á bátinn eftir atvik degi fyrir afmæli dóttur hans, AA-samtökunum, hvað starfsfólki bankana gekk eiginlega til í hruninu, erfiða tíma 2010 í kjölfar hrunsins, heimsókn til sálfræðings og geðlæknis og hvernig hreyfing og að biðja fyrir þeim sem sóttu að honum voru mikilvæg vopn í baráttunni við vonleysið sem herjaði á hann á þeim tíma. Mitt vopn í baráttunni við vonleysið, giflarsnúðar. Ósmekklega leið til að hefja auglýsingarhlutan af intróinu, engin spurning. Þess vegna ætla ég að bíða með það, þangað til ég er búin að þakka Lárusi kærlega fyrir viðtalið og þessa persónulegu frásögn. Ég mæli með lestri bókarinnar Uppgjör bankamanns, hvort sem þú vilt fræða þig hans lið á málinu eða einfaldlega skemmtana gildisins vegna. Aftur að snúðunum, pógan snúðunum mjúku. Skellið þeim í örbylgjuna í svartasta skammdeginu og njótið þeirra undir teppi heima fyrir. Sem og öðrum brauðkræsingum frá pógan eins og lingongrófa og hönu. Nýjar framrúður fást svo í púlsen skeifinni, flestir skipta þegar að brotna en með þetta er gaman að fá bylgju af fyrirbyggjandi ökumönnum sem skipta áður en rúðurnar brotna. Íslensk verðbréf veita þér aðganga traustum og fjölbreyttum fjárfestingakostum. Það eru fjölmargar leiðir í boði fyrir þá sem er að meta fjárfestingakosti sína, hvort sem það eru hlutabréfa eða skuldabréfasjóðir, svo athugaðu hvaða leið hentar þér. Það er mjög auðvelt að hafa viðskipti í gegnum vefsíðuna ivaf.is, það eina sem þarf eru rafræn skilríki. Jólin sem ganga núna í garð 2022 snúast að njóta með fólkinu sem þið þykir vænst um. Og þetta er auðvitað fólkið sem er skilið fallegustu gjafirnar. Hjá boost.com færðu allt sem þú þarft í jólapakkan og jólastemminguna. Jólaskraut, jóladagatöl, spariklæðnaður og gjafalöðsögn til að hjálpa með síðustu gjafirnar. Uppgötaðu allt vöruúrvalið í stórverslun Norðurlandana, Boost á allt sem þú þarft, tískuvörur, barnavörur, sportvörur, snirtivörur og heimilisvörur. Hinn fullkomna gjöf fæst á boost.com. Lárus Velding, gjörðu eins og. Lárus Velding, hjertanlega velkomin. Takk fyrir. Hér sitjum við saman á aðventunni. Já, heldur betur. Heldur betur. Þú ert að gefa út bók. Hvað kemur til? Hvað datt þér í huga að skrifa? Já, það er stór spurning. Já. Já, ég er náttúrulega bara, þetta var lent í þegar svona frekar löngu ferli, þannig að og það er kannski, já, líklega best útskýrt þannig að ég var að ræða við dóttir mína. Ég á 3 dætur sem sagt, það er svona mjög mikilvægur partur af mínu lífi og elsta dóttir mín sem að burðaðist nú með mér í gegnum svona svolítið stóran part af þessu ferli allir saman. Hún er fædd 99 og ferðaðist með foreldrum sínum í gegnum að vera mjög hraðan feril sem bankamaður og upplifði þennan tíma þar sem að þetta mjög afdrifaríka 10 ára tímabil að þá var svona kannski fyrir smá svona brasi í þessu að þá segir hún, ég byrja svona að útskýra þetta fyrir henni og kannski ekki sérstaklega þægilegt að vera að byrja að útskýra fyrir henni að ég ætla að fara að rifja upp allan hennan tíma sem var svona leiðilegur og setja þetta í bók og svona íta mér aftur sjálfum fram og hún er nú farið í gegnum þetta allt svona frekar rólega mjög hugul
stúlka og við svo nú gift kona og hún alltaf stutt faðir sinn mikið og hún segir mér já, þetta út af leigubílstjórunum. Ég segi, hvað mennur leigubílstjórunum? Já, þannig að Black Cab leigubílstjórunum í London. Ég segi, já, hvað? Já, þú meinar, já, pabbi, þú veist, þeir eru alltaf að segja þú veist, það er svo frábært að Ísland setja alltaf bankamenn í fangilsi. Og það voru hann semst að vísi þá sögu að við ef maður ég er mjög mikið í Bretlandi, hef verið mestan starfsfélaginn minn þar og þegar maður 16 í Black Cab í Bretlandi þá byrjuðu þeir alltaf að tala 2 hluti, annarkvort fyrst svona upp úr svona 2019 þá töluðu náttúrulega með einfallega ykkur og svo bara já, you're the guys that put the bankers in jail og svo byrjar ykkur svona löngra en það hvað það sé allt frábært og það er svona takki og getur bara slögt á, þannig ég er búin að læra það í leigubílnum? Já, það heyrir ekki í leigubílstjórunum eða teka bara Uber og ekki það að þetta eru bara ágætir menn þessi leigubílstjórar en þeim fannst þetta þeir hrósa Íslandi mikið fyrir þetta að hafa sett bankamennin í fangelsi og í því kannski kristallast það sem að mér finnst þeirra ekki alveg sanngjarn skilningur á þessari sanngjarn söguskýring á því sem að gerist hérna að ég vann í bönkunum að vísu mjög stuttan tíma þannig lagað, ég byrjaði að vinna í bönkum 98-99 og vann þá fram í áratug til 2008 og vann alltaf bara með frábæru fólki bara frábært fólk sem vann í bönkunum heiðarlegt og gott fólk og fyrirmyndar í flestu, mínar fyrirmyndir í lífinu og ennþá mínar fyrirmyndir í lífinu það er fólk sem ég kynnti sem að ég bara lærði ótrúlega minn lærði hvernig þetta vinna, hvernig þetta greina hlutina hvernig þetta koma fram með fólk og mér fannst að kannski það er ekki alveg sanngjarn söguskýring hérna á Íslandi að það hefur bara verið eitthvað óheðarlegt og vont fólk sem vann í bankurinn sem hafi sett á hausinn og þess vegna voruð bankurinn þetta er bara ekki rétt söguskýring Þannig að það kannski hringir einhverju réttlætiskennd hjá þér að heyra leigubílstjóra í Bretlandi segja að sé frábært hjá okkur að hafa fangelsað þetta fólk sem að þú kunnir svona afskaplega vel við Já, það meina ég, mér finnst þetta ágætt hjá henni þetta er svona, hún kristallaði þetta hann mér finnst að þetta er ekki rétt söguskýring og ég átta mig svo sem á að ég kannski ekki fara að breyta miklu með minni bók og að samanskapið er náttúrulega bara mitt svona persónulega uppgjör við þennan tíma ég kannski ekki mjög gamall maður og fekk það að upplifa þetta allt saman og vildi svona kannski gera grein fyrir þessum tíma og eins heiðarlegan hátt og ég mjögulega get til þess að þið geta orðið ykkur frekari lærdómur fyrir, ég tala ekki svona sérstaklega svona unga mann eins og þig Akkurat og það var kannski bara, já, það sé svona það er svona helst ástæðan, þetta eru alveg hræðileg hugmynd að gera þetta en Þvert á móti þitt megi markmið er að leigubílstjórarnir í Bretlandi tali bara Eyjafjallaugur svo byrjuður að tala um vinna í Evrópu keppnin Euros og svona, en ég veit að ég vísu við mun ekki ná til þeirra með þessu, ég þarf að vera í öðrum fjölmiðlum til þess að ná til þessara ágætu manna Eitt skrif einu en segðu mér samt með svona bókaskrif og svona uppgjör, bókin alltaf heitir uppgjör þú veist, sest maður ekki niður og byrjar að skrifa og kemur einhver tímapunktur þar sem þú segir bara í rusli með þetta allt saman þetta er ekki þess virði Já, mörgu sinnum það var nú eins og ég segi, það var það hefur líklega verið að fundi í byrjun ás 2009 sem að ég átti Helgi Magnússon er góður fjölskylduvinur og tengdafæður minn hafði gefið mér held ég eina hafskipsbókina og ég las hana og hann benti mér að fara að tala við Helga Magnússon og ég fyrir að tala við Helga og hann er mjög hreinskiptin maður og ég svona reyna að fá smá lærdóm út úr reynslubankamann sem hafði staðið á móti kerfinu eins og ég hafði lesið í hafskipsbókunum og svona live to tell the tale eins og sagt er og ég segi Helga hvað segir hvernig heldur þetta verði okkur og hann segir það er mjög skýrt þeir taka ykkur bara nákvæmlega svo okkur í hafskip þeir eigi ekki séns kerfið er bara komið allt á móti ykkur og þetta var svona smá högg í maðan og rétti mér svo ykkur aðrar hafskipsbækur og sagði bara að lesa þetta og ráðlaði mér einbeitt að horfa fram á við vera ekki lögmaður í eigin málum og bara og svo hafði það reynst honum vel að skrifa sér frá þessu en það skrifa hann ágæta bók gjörningar og gæsluvarhald sjálfur sem enginn má láta fram þessu fara sem enginn má láta fram þessu fara mæli endur með þeirri bók og ég byrjaði nú ekki strax að skrifa en þetta satt svona svolítið í mér og svo þegar ég byrjaði
svo hafði ég náttúrulega enga tíma, við fórum menntaði mig svolítið og svo náttúrulega fór tölvöru tími í réttarhöld og það allt saman og svo var ég farin að vinna í Norður Englandi svona 2014-15 og það þýtti að ég var enn í bjói í London ennþá, þannig ég var alltaf að taka lest í svona 4 til 8 tíma í hverju viku og á þeim tíma þá svona oft mjög snemma á mótnana og það er náttúrulega alveg breska lestakerfið þannig, það er mjög lélegt internetsamband. Þannig að ég fór að byrjaði svona eitthvað punktið hjá mér. Það vísur líka fengið svona ráðleggingar, það væri gott að setja hugsanir sínar á blað og geri það og skrifa þetta svona fyrst á ensku og það var bara ágætis hugleysli í því. Já. Og bara, og svo gerði ég eins og sem ekki mikið með þetta eins og ég kem nú inn á þessari bók og svo hitti ég nú bara hann Jónas Sigurgeirs í AB og við ákvaðum að fara í þetta og koma þessari bók á blað og hún hefði náttúrulega ekki gerst nema hann hefði komið að ég settist það ekki bara niður og þessi bók svona rann frá mér en það reyndist mér vel að koma svo á blað og ég tek náttúrulega þetta eru bara svona það helsta sem kom upp og við erum svona reynum nú að hafa þetta ekki ofleiðilegt, það er að skrifa 2 sinnum lengri bók og þá hefði lögfræðin verið enn meiri partur en við erum svona aðeins að reyna kannski bara að gefa smá innsýn, ég vona fólk sýnir mér bara viljan fyrir verki í því það eru fullt á atburðum og fólki sem ég næ ekki minnast á, en það þýðir ekki að þeir hafi séu gleymdir en ég þú las bókina, ég vona að hún hafi verið allavega veitt einhver einsýn. Algjörlega og líka bara skemmtileg lesning og ég er svo sem til ég að leyfa öðrum bara að skrifa fræðibækurnar og þeir sem vilja lesa þær gera það en mér finnst, ég er búin að segja við, mér finnst mjög skemmtilegt hvað þetta er persónuleg frásögn og mér langar aðeins að fara í þínar rætur en við byrjum bara á þér á unga aldri, bardagalistir, hvaða rullu spila þær í þínu lífi? Já, það spiluð náttúrulega mjög stóra rullu. Ég var nú, eins og ég segi, ég var frekar góður í skóla, mamma er kennari, þannig að ég var hraðalæs og var alveg í Breiðholtinu, Hólabrekkuskóla. Eignaðist þar bara mjög góða vinn, en ég var svona góður í skóla. Það var ekki alltaf mest töff í Breiðholtinu að vera mjög góður í skóla. Og svo fóru svona myndast svona smá átök og svo gerist þannig bara sama tíma að Karate Kid myndin er komin einhvern veginn og ég dregin í Karatefélag Reykjavíkur, KFR og byrjað þar og bara hafði mjög gaman að því og var sett faðir minn og afi minn voru mjög harðir á mér svona, ef það búið að taka ákvörðum að borga æfingagjöldin fyrir þetta árið þá skildi mætt á allar æfingar nema maður væri með 40 stig og ég einhvern veginn náði ég að hangi gegnum þetta og hefur nýst mér maður neist mér bara mjög vel ég er svona Sjálfsvörnin, já, það er bara mjög Breiðholtinu, ekki það, ég lenti ekkert mikið í neinum átökum með neitt svoleiðis, en það er frábær skóli og mjög gott fyrir unga drengi að fara í þetta, það er kannski það sem óttast mest er svona, ég byrjaði örugglega 8-9 ári í karate og óttast kannski mest að lendi í ykkur slagsmálum og svo er bara búin að erta slást, ekki, í þessum barndugum svona 2-3 viku, þá stæraði það ekkert út af laginu, þá kom ykkur auktinn á skólaleikunum og berjiði í hausinn, og þá vonandi oftast bardagamaðurinn svona frekar búin að missir dampinn ef að höggið skilar ekki árangri. Þannig að já, það hefur reynst mér vel og alltaf gott að ég hefði þetta nokkuð aggressíft svona fram að því að elsta dóttir mín Kristín fættist þá tók nú vinnan svona yfir en þetta já. Hversu langt fórst í karatinu? Hvaða belti? Ég held býttu nú, ég náði öðru dan, annar dan. Svarta belti annar dan? Já. Ok, og það er náttúrulega bara, þá ertu í topp 1%. Ég þekki það nú ekki, það er nú menn sem hafa farið lengur og margir vinni mín hann, ég æfði þarna mjög mikið með Svan vinni mínum, við erum hálfgerðir bræður að berjast þarna á hvor öðrum og já, bara ég er mjög þakkláttur fyrir það sem að karatið kendi mér. Ok, og ef ég ætti að hugsa einhvern svona versló, spaða, einhvern nettan töffara, náttúrulega hnakkar í versló og svona, þá karatið sem áhugamál ekki líklegur upprunni þessa spaða og hvað þá módelsmíðar sem að þú varst líka að stunda. Já, ég var náttúrulega svolítið svona hafði gaman að lestri og skrifa módel þegar ég var krakki, þannig að ég var svona ætli ef ekki svolítið innhverfur en jú, ég hafði gaman að svona nákvæmisjunni og þetta blandast allt saman einhvern veginn bara vel saman, þannig að svo var maður bara komin í þetta versló og það sem að þróar
mennin áfram og það einhvern veginn, já, og mjög skemmtilegu tími eignaðist líka þar góða vinni merkilegur árgangur hann, 76 árgangurinn í Vestló og þar, þegar ég var í Vestló þá var semst Vestló 4 ár og og ég held að við sem fengum að vera 4 ár í menntaskóla þessum tíma nutum bara allra 4 árana. Já, var þetta góð tími? Þetta var mjög skemmtu tími. Það mikilvægast við þennan tíma að þarna kynist ég einhverjum minni ágústum í Vestló. Já, einmitt. Og þið sko, náttúrulega, ef við tölum Lárus Velding Starter Kit, þá var náttúrulega gráa hárið. Það kannski númer 1 og 3. Er það að byrja að spretta fram þarna í Vestló? Já, ég byrjaði að grána þér í 16 ára. 16 ára? Já. Ok, og þetta þóttu bara eðlilegt eða? Ég veit það ekki. Ég gerði 2 tilraunir til að lita þetta en sá mér fljótt að ég myndi ekki hafa efna á því. Þetta átti að vera næsta spurning. Þú reyndir að lita þetta? Já, það var gert 1 eða 2 allugur og svo kom bara ljós að það endist bara í svona 2 vikur þannig að ég bara en svo var þetta bara fínt að með grátt hár kast væri í ríkið og svona, ekkert mál bara hvarlaði ekki einum að biðja mig skilningi þannig að já, ég fekk held ég við nætti silfurröfurinn í Vestló mjög flott sem að ég hef nú ekki spáð svo mikið en búin að vennast þessu en það var svona fyrstum sinn að mann var svona þegar maður fór að vera alveg hvítherður og þá fór mann að vísa svona 8 stundum að bregða svolítið að sjá myndir að sjálfum sér bara er ég virkilega svona hvítherður þannig að þetta já, við klárum hvítári þá er líka það sem allir halda að þetta sé Amerikanar alltaf að segja mig þeir eru hitta mig já, það er alveg svo þessi leikari og þá heldur þú kannski koma eitthvað rosa töff að þá kemur alltaf, það er alveg svo leikarinn veist ekki, óbúslega frægur Steve Martin og ég bara, já, frábært Steve Martin er 70 ára og er frægastu fyrir Cheaper by the Dozen myndirnar þannig að það er ekkit, þú veist, þetta er ekkit eitthvað supercool. Þetta er ekkit, já, ég held kannski eitthvað svona byrju Clooney, nei, Clooney er nú aðeins svona dekkri. Maður vonast til þess að það kemur ekki. Steve Martin. Já. Ok, íslenski Steve Martin. Já. En þú ert svona, ég meina, þetta gefur þér svona eldra fas og þú ert líka að einhverju leiti nett fullroska því leitin til að þú ert kvæntur og ert komin barn 22 ára. Já. Er það ekki, var það lenskan í gamla daga þegar þú varst á þessum aldri? Ég veit það ekki, nei, þetta var brúðkaup okkar Ágústu sem var nú mjög látlust, það var nú fyrsta brúðkaupi sem margir vinnur okkar fór í en við vorum bara eitthvað svo lánsum að við vorum mjög tilbúin að fá svona fyrsta barn þegar það kom og hvað fannst við vera algjörlega með þetta þó að við vorum svona ung og Ágústa segir ofta að vera bara því henni leittist á meðgöngunni og þess vegna ákveðum við að giftast okkur og hún er náttúrulega svona frekar ávirk og þannig að við bara giftum okkur og mér fannst það einhvern veginn við hugsaum ekkert mikið það var bara, okkur fannst það bara eðlilegt og við vissum kannski ekki betur að við vorum ekki búin að koma með einhverjum hugmyndir að brúðkaup þyrfti að vera eitthvað svona stórt og flókið mál þannig að við bara ákveðum að drífa í þessum og gifta okkur. Já, það hljómar eitthvað svo stórt í dag bara kvæntur og með barn 22 ára gamall. Já, það var alltaf ég var mjög ánægður já, við vorum byrjað að búa mjög snemma og það var einhvern veginn já, það satt alltaf mjög vel í mér ég var mjög sáttur við mjög ánægður og hamingi sem náttúrulega vera giftur og hafa eignast dóttur og gaf mér bara mjög fína svona það gaf mér fókus og ábyrgða tilfinningu mjög snemma í lífinu sem að ég held að við bara já, ég er mjög þakkláttur fyrir. Já. Segðu mér hvernig þú sóðast inn í bara fjármála heiminn. Var það strax, úr sækir náttúrulega hann í Vestló og ferði gegnum hann, er það strax byrjað kvikna einhver svona fjármála neisti í þér? Ekki í Vestló, nei, mjög skrítið. Ég fór í máladeild, því ég held ég ætla að vera í sálfræði og svo var vinkona okkar Ágústu, góð vinkona mín sem benti mér það, þetta var mest miskilningur að ég væri að fara í máladeild, ég hefði náttúrulega að fara í því ég var búin að vinna mikið í bókhaldi og með skattframtölu og svona það var svona aukavinna mín og sem lá allt bara frekar vel við mér þannig að ég veit ekki hverju ég fór í það þannig að áhugin var kannski ekki alveg þar en svo lenti ég í því að vera í einni vinnu þar sem að fyrirtæki fór í eitthvað bras og gæti ekki borga mér laun og þá fattaði ég að því með þessa ábyrgðartilfinningu ég hafði engan húmor fyrir því og var þá bara strax sá fókusinn og þá sama tíma auðvitað er ég náttúrulega bara á Íslandi það er bankarnir allir að fara að staða þetta er alltaf að gerast í bönkunum og ég fekk vinnu 1 sumar í Seðlabankanum og sem var mjög skemmtileg lífsreynsla og svo fór ég bara og ég var mjög fókusur að fljótt ef ég myndi vilja vinna í bönkunum og
tók svo viðskiptafræðina og fekk svo vinni í fjárfestingabanka atvinnulífsins sem var sko aðalmálið á þeim tíma. Þannig að þú kveður sálfræðidrauminn ansi fljótt eftir útskrift úr menntaskóla. Já, ég var nú búin að átta mig á því ég ætlaði ekki að vera sálfræðingur bara svona þegar ég var komin í 7. bekk sko. Nei. En það var held ég fjármálastjóri nemendamótsnefndar eða eitthvað, þannig að þeir hlutur lágu alltaf frekar vel við mér sko. Manstu samt eftir því að sé þig fyrir þér í einhverju svona, varstu með einhverja stóra drauma þarna, út af þetta hljómar eins og hafi bara svona byggt á síðustu stundu yfir í fjármálaheiminn eða þess að þar, en varstu þarna byrjar að hugsa eitthvað stórt, varstu með mikla væntingar til þín? Já, ég tala hana í þessari bóka, svona þegar ég að byrja í viðskiptafræðinni, þá þetta allt svona mikið að gerjast, og þá erum við að sjá þetta mikið gerast. Ég meina, Díkot var að fara að stað þessum tíma og bankarnir voru náttúrulega aðalmáli voru að fara að stað og svo ég man það eftir því það bara svo allt í henni var sko Bjarni Ármannsson gerður bankastjóra fjárfestingabanka atvinnulífsins sem var 97 eitthvað og þá ég bara eiginlega fyrsta ári í viðskiptafræði. Og FBA verður síðan seinna Íslandsbanka. Já, FBA samanlega síðan Íslandsbanka þarna 2000 og ég eins kjánalegt og frá því að segja þá setti ég mér raunverulega bara það markmið að bara Bjarni Ármannsson bara bankastjóri þrítugur, bara augljóst mál, ekkert mál. Sett mér bara það, þá var allir svona að vinna í einhverju markmiðasetningu og það var svona svolítið lenskan og og ég fylgdi því svo svolítið markvist. Þannig að eins kjánalegt og það hljómaði, þá bara setti mér það markmið. Þannig að farið mjög varlega hvaða markmið þú setur þér. Þú getur lent í að rætast. Svona Þú myndir fara aftur í tíman, þá myndir skrifa eitthvað annað markmið hann niður. 3. dagann frekar heldur bankastjóran fyrir 30. Alltaf ekki. Hvernig liggur síðan leið þín til London í gegnum FBA og þín störf þarna? Já, það, sko Ágústa náttúrulega byrjaði að vinna þarna hjá Baugi og og var í því og ég var að vinna í Íslandsbanka 2000 saminast Íslandsbanki FBA og þá vorum við svona bæði á þeirri skoðun að við vorum bæði það bara með grunnnám í viðskiptafræði og vorum þá bæði á þeirri skoðun okkur langar til þess að mennta okkur frekar og ég svona var vildi reyna að fara í MBA-nám, hafði mjög mikið áhuga á því og var svona eitthvað að byrja að leitast til þess að gera það og vildi gera það í London og við svona byrjum að leitast til við að gera þá tölum það við okkar yfirmenn og ég fer í og þá var saman tími Baugur átna skrifstofu í London þannig að við erum svona svolítið einhvern veginn hittum á að vera kannski svolítið bara eiginlega á réttum tíma á réttum stað sko og ég nefnaði við Erlend Magnússon sem var mér svona fyrsti yfirmaður í fjárfestingabanka atvinnulífsins og kendi mér mjög margt og hafði verið í London mikið sjálfur og ég segi að ég hefði mikið áhuga á þessu og hann segi já, það svolítið út með batna, það svolítið flókið að viljið ekki bara koma og byrja að vinna fyrir okkur Londonskrifstofun 1 ár og svo getur við þá skulum við bara styðja þig til náms ef þú síðan þá kemur aftur og svo, eins og voru oft gert og ég sé bara ókei við því og þannig bara einhvern veginn það fyrir við út, bankarnir er allir að fara að staða þarna út á þessum tíma og við erum komin út þetta er 2002-2003 erum við komin út í byrjun árs og þú ert þarna með gráa hárið það var hans að vinna með þér? Það var að vinna með mér, já, klárlega og ég byrjaði í þessu starfi þarna ég er fyrst hjá Íslandsbanka og þá var ég vísi komin í fyrirtæki ráðgjöf ég hef alltaf verið í lánum alltaf verið að vinna á lánasviði og vinna með fyrirtækisvið og mér fannst það svona það kannski lá ekki alveg vel við mér að vera svona í þessum fyrirtæki ráðgjöfar svona bransa sko og vorum með svolítið skemmtilega aðeins öðruvísi yfirmenn hérna í London og öðruvísi heldur en íslensku? Já. Hvað áttu við? Já, við vorum svolítið sérstaklega svona mjög svona gamla okkur fannst þér svona að væri skólastjóri ég var settist þarna við borðum með Brandi Ludvig var ágættur kollegi minn við vinnum þarna saman og vorum með að láta verkefni gera staðalí í sjávarútvegi svo framvegis og vorum með hennan harða skólastjóra sem yfirmann sem var svolítið sérstaklega maður og ég hafði samt ekki alveg tilfinningun að væri komið eitthvað gott út úr þessu það var svona eins og mann fannst það svona einhvern veginn ekki alveg eins og við værum með þetta að Kaupþing var náttúrulega þeim tíma að keyra áfram miklu hraða og mikið að gerast og allt í góð það var að vísum mjög skrítið að vera komin hann að ég voru sest fyrsta skrifstofu mín í City inn í London fjármálakörnu og ég bara horfði á Bank of England og þannig að það var mjög skrítin lífsinslega að vera
allt í einu bara sestur þar hann árið 2003 en svo bara atvikast það þannig að og mjög mikið að gera þetta alltaf mikið svolítið svona viðbrigði fyrir okkur ungu fjölskylduna að vera með þarna 3-4 ára barn og vorum bæði að vinna alltaf mjög mikið eins og var á þeim tíma og svo atvikast það bara þannig einhvern veginn að eftir þetta sumar þá og hausti þá nálgast með frá Landsbankanum mig og ég veit nú ekki alveg hvernig það hafði komið til ég hafði unnið með þessu teymi sem hafði þá verið í Búnaðarbankanum að því að ég veit ekki hvort þú veist að Búnaðarbankin Búnaðarbanka starfsfólkið færði sig eiginlega mest yfir og fór yfir í Landsbankan það sem að Sigurður Árnason tók og fólki með sér og ég hefði kynst fólki sem voru að vinna í lánum og ráðgjöf og svona þar með Jóni Sigurðssoni sem var síðan mikil kollegi minn og þeir einhvern veginn hafa samband við mig þarna þetta hausti 2003 og einhvern veginn eins fáránlegt og það nú hljómar ég ekki gamall maður og byrja að lokast mig hvort að segja þeir ætla að setja upp svona útibú Landsbankans í London og vilja ræða það við mig hvort að ég vil ekki taka það að mér. Akkur heldur að þið talið við þig? Varstu byrjaður að gera gott mót þarna úti? Ég var ekki að gera mikið þarna úti þannig að ég hefði náttúrulega náð mjög góðum árangur á Íslandi ég vann mikið með eins og sé Erlendi Magnúsinni og Birni Björnssoni og var mjög farsæll í lánanefndum hafði verið nokkuð svona stór lánanefndamál var í fjármuninu og húsasmiðinni og já, ég var svona maður var svo ungur og fullur sjálfstraust einhvern veginn, ég mjög duglegur að koma mínum málum í lánanefndir og hafði svolítið svona gaman að því þessu samtali við lánanefndirnar, þarna voru bara þessi gömlu reyndu menn og þannig já, vann mikið og var farsæll og lærði aðalega af mjög góðum mönnum hvernig þetta að undirbúa mál fyrir lánanefndir og svona vinna þau í gegn og náttúrulega og setja þau rétt saman hvert viðskiptavinum og meta þess áhættu þannig að ég hafði alltaf haft gaman að því passaði ekkert rosalega vel inn í þetta verkefni sem ég var í hérna í stuttum tíma í Íslandsbanka ég vera svona fyrirtækja ráðgjafi og það var klárlega byggt þessi Landsbankamenn þekkt með áður og þannig að þeir hafðu samband við mig út af því þannig ég ætla bara eignaðist átti þannig ágættan fund með Sigurður Árnasinni kvöldstund í Landsbankanum á Austurstræti og mjög skemmtilegu fundur Sigurður Árnason mjög lifandi maður og og einhvern veginn einmitt þá bara tókus með okkur samningar og það var ákveð að ég myndi fara í þetta fara yfir í Landsbankan setja fót útibú Landsbankans í London Já, var þetta stór skref fyrir þig? Varstu hreykinn að þér þarna? Já, þetta var svona mjög mikið skref ég hef stokkið yfir svona einhverja tvær stöður á milli ég hef þurft að vera eitthvað forstöðumaður eða eitthvað millistjórnandi eða eitthvað áður en ég detti í þetta en maður var einhvern veginn svo ég veit ekki, maður var einhvern veginn svo ungur að maður var einhvern veginn samfærum að þetta myndi bara ganga, ég man að ég átti fundið með Sigurni og hann var svona kannski komaðis á hann þegar átti að ég var nú ekki eins og orðin 30 en þá mitt kom gráhárið og hann sagði bara já þetta verður flott og við kerum á þetta og þar hugmyndi með útibúi í Landsbankans í London var náttúrulega bara að dreifa áhættu og að því að bankarnir höfðu vaxið frekar hratt og Landsbankin vildi dreifa svolítið svona áhættu í lánabókinni hafa meiri svona erlenda áhættu í lánabókinni og þannig ég bara fyrir að stað en svo settist ég niður í útibúi var sett að efsta hæðin í Heritable bankanum við 8 Hill Street í London en Landsbankin hafði keypt þennan Heritable banka sem var svona frekar fókuseraðar banki sjá húsnæðislán og framkvæmdalán í byggingum ég veist ekki hvað þeir Bretar ágættir maður Marxis Mitterrand sem var forstjóri og ég hugsa nú þetta nú verið mjög skrítið fyrir þessa menn að sjá þennan unga mann kom frá Íslandi til að setja upp eitthvað útibú en þeir allavega svo sem Bretin kurtis lét ekki neinu bera og þetta bara mér finnst sérstakur tími og við vorum settir hann upp á Háloft einhvers staðar með einhverja svona smá bara eina litla skrifstofu og byrjuðum bara einhvern veginn að búa til útibú Lánanefndir og framkvæmdalán og önnur flókin orð var þetta skemmtilegi tímar eða varst að gera skemmtilega hluti ég náttúrulega átta mig ekki alveg á því hvað karakter einkenni þeir að leita af í manni sem að vinnur að þessum málum en horfirðu hlýlega til þessara tíma hljómar eins og að hafa verið skemmtilegur uppgangur í gangi þetta var mjög skemmtilegu tími mér fannst þetta við byrjuðum bara með, ég man alltaf eftir að
að ég man alltaf eftir því að hafa bara byrjað á fyrsta daginn og það kom bara sko bara velkomin í Outlook og maður bara, ok hvað gerum við þá? Það var semst að ég var ekki með neitt tölvupóst þannig að og þá þurfti maður bara að setjast niður og byrja að hugsa, ok, hvað var verkefnið og hvernig hvað erum við að gera? Ég þekkti svo sem til og hafði svo sem lært ágætlega af bönkunum að öll svona stærri fyrirtæki formúlun, hún var á þeim tíma var settið það sem kallaði sambankalán, þar sem að bankin ekki allur með, þannig að lánin eru skipt upp og það svona selt í bútum á milli banka til þess að það sé ekki eitt banki með alla áttina og þetta mjög mikið gert í Lundunum og það var verkefni hjá mér var byrjanum bara á því að einfallega kaupa fyrir hönd Landsbankans kaupa okkur inn í svona lán til þess að fá frekar svona drift lánasafn og þetta er á þeim tíma þar sem allt var svona frekar í uppgangi og á góðri leið við erum búin að fara í gegnum það var búið að fara í gegnum .com sprenginguna hann í aldamótin og svo voru náttúrulega hryðjuverkin hann í Bandaríkjunum sem hefur svona stýrt svolítið hlutunum þannig að við vorum svona komin á þessa braut og já, byrjuðum bara að kynna okkur lán og kaupa okkur inn í lánamál og flytta það fyrir, þannig að þetta er ekkit flókið. Nei, þetta er, jú, vitsmjöldinlega eru lánamál mjög flókið við, það snýst náttúrulega svo mikið að verðleggja áhættu rétt, en ég var að vinna með góðu fólki og minn næsti yfirmaður var Elín Sigfúsdóttir sem var fórstöðum framkvæmdastjóri fyrirtækisins, mjög reynd bankamannski, svona svolítið eins og mammamanns og mjög óalgengt að þessum tíma, þetta voru allt svona frekar við vorum viðurkennast, það voru mikið svona ungir menn en Elín var minn yfirmaður og einstaklega góður mjög reynd bankamannskja og já, við svona bara þú greinir bara hvert mál og leggur það fyrir og svo réði ég mér strax maður fatta það alltaf fyrstu bankafundunum að þar sem maður byrjar að skoða þessi lán og svo að maður er svona maður er kannski ekki alveg partur af þeim hóp sem er þarna og svona nýkominn til landsins að það væri mjög mikilvægt fyrir maður að ráða mér fólk sem væri búin að vera lengi í þessu þannig að ég réði mér mjög fljótlega eina konu sem byrjaði að vinna með okkur í þessu sem hafði verið mjög lengi og svo bættum við svona 2-3 aðrum sem að gátu hjálpa okkur og þá voru þau svona meir inn í þessu og þá gátu við tala saman svo kostunum fyrir okkur sem banka, við vorum náttúrulega eins og kostur og galli, var einfaldan svona ákvörðunarstruktúr tíðarlánendir og bankin var svona frekar viljugur að dreifa áhættunni, þannig að við svöruðum hreint og beint sem er nú kannski svona svolítið íslenska leiðin og þannig að við vorum frekar vinsælir á hinnum bönkunum sem þáttakendur í svona sambankalánum. Og ert þú þarna, er þinn styrkleiki, ertu starffræðingurinn, ertu talnagæinn eða ertu stjórnandinn eða varst þú að sækja fram með kreatífa díla eða hvar staðsetur þig hérna inn í þessari starfsemi? Sem hvaða svona karakter? Já, flókið spurning. Ég veit að mér leið ágætlega svo sem að vera bara að leiða þetta starf. Ég átti mjög gott samstarf við Sigurjón Árna og Elínu og ég er kannski, ég er ágætur í samskiptum myndi ég halda. Ég átti góða samskipti við þessi menn og að draga saman svona helstu atriðin. Ég hafði mjög góða, mér fannst ég hafa allavega þóttur ég hafði ekki mikinn starfsferil, mér fannst ég hafði ágætið þjálfun og skilning á lánamálum og allt svona reikningshald og ásetningar og Excel er mér mjög tamur þannig að svona blandaði þessu öllu saman, ágætis blandaði mér leið bara mjög vel að vera bankamaður. Já, akkurat og það er kannski einmitt svona kannski því ástæðin eftir einhverju ég skrifa þessa bók, kannski sorg mín svo að hafa ekki getað verið bankamaður lengur en ég var því mér fannst það átti mjög vel við mig að vera bankamaður. Já, þannig Hvað drikk kölluðu Bretarnir the welding? Já, þeir stýttu mig mikið af því ég drikk mikil kaffimaður og hef nýtt koffín kannski í óhófi en já, þeir og Bretarnir fóru að hlæja því stundum fengum okkur sko 2-faldan espresso og Diet Coke á eftir svona með og þá kölluðu þeir þetta double espresso with a Diet Coke chaser sögðu þeir að við héti the welding. Þetta hljómar eins og nafnið svona þegar maður segir the welding, hljómar eins og hann sé áfengur drikkurinn. Nei, hann er það ekki. Þú hættir einmitt að drekka þarna á þessum tíma? Já. hvað verður til þess? Já, ég sé sem lýsa ágætlega þá bara hafði ég
að ég alltaf faðir minn hafði náttúrulega sjálfur verið tekist af alkoholisma og mjög snemma sem betur fyrir á mínu lífi og það farið stað og setja stað meðferðarheimili í Krýsuvík og sem var nú ekki mjög töff þegar maður var svona unglingsaldrinum að pappa maður var ekki að brasa í því þannig að ég þurfti að en ég kynntist í prógrami mjög vel og á mörguleiti ég hef náðu að tilengja mér mjög það er alltaf margt bara mjög jákvæmt fyrir alla í 12-spora kerfinu og það var nú svona partur af mínu uppeldi, ég held ég alltaf búið að því og það er til dæmis alltaf frekar auðvelt með að viðkynna mistök og leiðrétta þau koma frekar hreint fram og svona sem ég held að hafa alltaf nýst mér vel en ég þurfti náttúrulega eins og sjálfur að prófa maður samfram í þessu áfenginu og því en var svo heppinn að kynast Ágústu snemma og eignast barn og finna fyrir þeirri ábyrgðartilfinningu en ég var alltaf í vissi hættu með áfengi og það var alveg ljóst að ég er með ofnæmi fyrir áfengi og þannig ég ákveða bara að lenti í svona smá atviki þarna einmitt rétt fyrir svona afmælisdag dóttur minnar og ákveða síðan bara að hætta að drekka en var því miður gerði það eins og margir að ég bara við sem þóttust við vera svona klárir að bara hætta að drekka áfengi og á nefanum eins og sagt þá missur af öllu góða stöfunu sem kemur út í að vera af heilindum inn í prógraminu en ég fór bara og vann bara því meira og var svona vann bara því meira þess að vinnan kom í staðinn já, ég myndi segja að ég svona það fer náttúrulega tölvur orka að þú ert að misnota áfengi þó ég hef kannski ekki misnotað það mjög mikið en það var ljóst að teiningum var bara kastað að ég var að drekka og átti alls ekki við mig og ég er mjög þakkláttur að hafa náð að kveðja það en þá verður losnar kraftur úr læðingi eins og gerist oft og ég gat unnið mikið og ég vann kannski of mikið og það er kannski það sem ég sé mest eftir að maður leiði vinnuna að hafa bara forgangi yfir allt og það er svona og ekki gott í jafnvægi Ertu að vísa til þess að ef þú hefði farið í gegnum einhvers konar meðferð eða farið í samtökin að þá væri svolítið verið að ráðast á orsök vandans en þannig ert þú bara að díla við afleiðinguna sem að hætta að drekka en þú finnur fíknin í einhvern annan farveg Já, svolítið, kannski eitthvað liti en þetta er bara allt partur af þessari lærdómsgöngu Akkurat og hvernig gengur þá þér í bankastarfsemi í Bretlandi að væna og dæna edrú? Já, það er ekkert vandamál Ekki? Nei Það er ekki fyrir litið? Nei, alls ekki, þú eru bara eina sem ég lærði mig fljótt að ég þurfti að kunna ágætlega skila á vínlista og vera búin að panta vínin og þannig að þau fara á borðið og þannig að þá er Bretin ekkit að þá búið að, og svo bara þá segja að þú drekkir ekki, af því þá er allavega víni komið, af því flestir svo sem kannski vilja fá sér víni ef það vilja, en annars upplifði ég vísu ekki rosalega mikið, ekki mínum samstarfsmönnum eitthvað svona, það er hérna alræmdu bresku jólapartí sem að er verða svolítið svona vilt, en að öðru leiti var þetta nú ekki tefja mikið fyrir, menn fólk er alveg bara að vinna rosalega mikið, þannig að ég, það var nú svona, og þú endist ekki rosalega mikið, þetta er mjög kröfuharður heimur. Já. Og þannig að þú endist nú ekkit kannski mjög mikið ef að þú ert með miklu óreglu hana. Það er nú ekki bara fólk sem fyrir gegnum ennan heim eða inn í ennan heim sem getur sagt hversu kröfuharður hann er. Getur þú gefa okkur smá innsýn í það? Ég meina, hversu mikið vannstu? Varstu að ganga fram að þér þarna? Já, það er náttúrulega sko allavega eins og mín upplifun þegar ég vinna í Lundunum er að þá er allir þessir bankar og hvernig þetta er svona eigendur fjármagnsins oft svona kannski þessi framtakssjóðir og svo framvegis, svo eru það bankarnir sjálfur sem eru að fjármagna og þá með sínum eigin efnaðseiningi eða þá að gefa ykkur skuldabréf, lögfræðingar, endurskoðendur og þeir sem unnast áreiðlega konar markaðskannar, þetta er svona, verður svona hópur og fólki sem þarf að koma til saman til að geta látið viðskipti verða, kaup og sala fyrirtækja og svona meðis. Þannig að þetta er og það er mjög vinnusamur kúltúr, menn hann byrjar bara mjög snemma á mótana, þú getur bara þessna bara 7 og það er unni mjög lengi á virkum dögum og kannski þessi félagslegi þáttur að hittast yfir kvöldverið að hátíði sem að hann gerist
maður geta átt morgunverðu að fundi eða kvöldarafund og hádegisverðarfund eða kvöldarafund og það gæti gerst bara alla vikuna. En það góða kannski við ég upplifði í Lundunum var það sko, eftir hádegi á föstudegi þá var það ekki þannig flestir fórum margir áttu kannski heima þess fyrir utan þannig að helgarnir eru alveg frí það var mjög góður ægi fannst mér en það var engin miskun svo sem í miðri viku þú kannst verið unna alveg og þegar verið að reyna að klára viðskipti eins og maður upplifir á þessum stærstu lögfarsum þegar verið að klára viðskipti þá ertu bara 24 tíma á sólarhring að reyna að klára Ok, en þú færð samt þína hvíld helgi? Já, þannig að maður upplifir það í svona sömum tíl sérstaklega þegar það verið að reyna að koma viðskiptan þá verður þetta mjög mikil vinna og auðvitað fer það náttúrulega ekki mjög vel saman við kannski svona eðlilegt fjölskyldulíf en og það er það sem maður upplifir þetta er mjög mikill þetta getur verið mjög aggressífur svona vinnukúltúr á tímabili þetta er nú kannski breyst aðeins í dag myndi ég halda en meira svona menn taka einhverja dag og vinna frá heima en þarna þessum tíma þá var þetta 12 tímar voru bara svona vennilega vinnudagur sko. Já, og þú ert örugglega þarna á þessum tíma þú veist, þú finnur til þín finnur til ábyrgðar þarna og þú ert að sanna þig og standa þig vel og í flottri vinnu og allt það en lítur þú aftur núna og hugsa, þetta var bara þú veist, ég gerði ekkert annað en að vinna eða þetta kom bara niður á fjölskyldunni eða var þetta of mikið í svona eftiráhyggja? Já, þetta er alltaf mikið og kannski eðalega bara þess að þú lærir mér reynslega þú staldrar kannski ekki nóg mikið við og ert ekki ég meina þú naustist aldrei þú fórst í eitthvað frí eitthvað, þú varst alltaf bara með höfum vinnuna og þú stoppar ekki nóg mikið og svo líka þessu ég meina kannski menn reyktu sér mikið fyrir hraða ákvörðunartöku sem að stundum er það ekki besta ákvörðunartakan það er best að sofa á hlutunum Já Jón Óskar talaði að eitt flóknasti díl sem hann hefur komið að var Bigfoot Group dílinn eða samningurinn. Þetta er líka viðskipti sem að þú kemur að á þessum tíma. Já, heldur betur. Og heldur betur. Þetta er það voru ansi margir hlutir sem að þurfti að ganga upp og það var einmitt ástæðan fyrir að Jón Óskar sagði að þetta hafi verið svona einn af hans stærstu viðskiptum út af því það voru svona margir hluti sem þurfti að ganga upp og þú varst þar eða bara í brunni, heldur betur Já, ég myndi ekki gefa mér svona mikið heiður að þessu en ég gef Jón Óskari og Gunnari Sigurðssoni sem að leiti þessi viðskipti mikið heiður af að láta þetta gerast ég held að það hefði nú ekki verið margir sem að trúði að þetta myndi gerast og það eru ótrúlega sambönd og vinskapur sem hefur myndast af mönnum sem stóðu saman í þessum viðskiptum þau byrjaði í þessi stað, þau byrjaði að setja hana díl saman svona 2004 og hann er svo allur svona að komast að hápunkti ég man með þess að nákvæmlega hvaða dag það var 18. desember 2004 föstudagur sem var dagurinn þar sem þetta átti alltaf að koma saman þetta voru raunverulega fjögur viðskipti einni Bigfoot Group var svona skráð keðja sem þetta taka markaði og hafði ekki gengið nógu vel og í því voru Iceland fútkeðan það var Booker sem er svona þeim ekki sem Costco svo voru Woodward eitthvað svona matvinnslu partur af þessu og svo náttúrulega voru fasteirna sem voru teknum svona sérstaklega út fyrir og reyna að gera 4 díl í einum og taka fyrirtæki af markaði náttúrulega en það held ég að vera yfir 100 lögfræðingar sem unna þessu saman tíma og ég fekk Iceland verkefnið sem þótti ekki flottasta verkefnið á þessum tíma. Ég var náttúrulega í Landsbankanum sko, við vorum ekki flottastir. Það var náttúrulega Kaupþing var flottast og eða náttúrulega skoskubankanir. Þannig að við vorum nú svona, ég fekk Iceland verkefnið og að sinna því að taka þá af og það vildi enginn það var sko frosin matur, það fannst öllum það svo eitthvað glatað og einhvern veginn að það myndi ekki eiga sinna framtíð og svo flækti náttúrulega stöðuna mjög mikið þar að þar hafði Malcolm Walker, en núna Sir Malcolm Walker vinnu minn, hafði hann verið forstjóri og hann hafði verið hent út talin og sakaði raunverulega minn hér við þegar hann var að fara út sem heitir sér náttúrulega allt algjör vitleysa hann hafði og var þar lendi mjög erfiður þess að bankarnir í London vildi ekki tala við hann og Jón Óskar mikið árætt að tala ekki einu við Malcolm, að það mætti ekki tala við hann en Jón var náttúrulega alltaf samfærum að tala um manni sem hafði stofnað fyrirtækið þannig ég var raunverulega að við úr Landsbanki, ekki ég, við Landsbankin í London, við vorum að fjármagna þann hluta af viðskiptunum
og ég reyndi mikið, ég hafði náttúrulega flest Elín Sigurðsdóttir hafði sett mér þá reglu þegar ég setti útibúið í gang útibúið á stað að vera ekki með að þess að við tækjum þátt í lánum með öðrum og ef við ætlum að vera svona leiðandi í fjármálaninni að þá myndum við aldrei gera það nema að vera með einhvern annan svona virtan banka með okkur svo við myndum ekki gera ykkur svona byrjandamistök og þannig ég hefði gert nokkur viðskipti þar sem við vorum þess að stíða við íslenska kaupendur með Barclays eða Deutsche Bank eða einhverjum af þessum svona eðlilegu bönkum og bara fín samskipti við þessa menn en það vildi enginn vinna með mér í Æsland það var alveg saman hvað ég bauð og ég sé að þú mútt fá meirihlutin af þóknunum og það vildi enginn koma nála þessu þannig við þurftum að gera þetta einir og svo kom mér þessi áræðanleika könnunin tilbaka og sagði bara þetta var hræðilegt fyrirtæki og ætti sér enga framtíð og þannig að þetta var mjög svona snúið mál að fást við en einhvern veginn komist á endanum að þeir niðurstu að við viljum samt gera þetta þetta var bara svo stórt fyrirtæki voru svo mikla eignir og raunverulega eignir í leigusamningunum og það var það sem kom því svo sem yfir á endanum og Sigurjón og lánendur Landsbankans var tilbúin að fara í þetta og við stuttum þá við þessu og þetta reyndu síðan bara að vera frábæra viðskipti. Já, en þegar að samningurinn næst þá ferð þú í smá panik? Já, þetta er sem sagt að kvöldi við vorum búin að vaka þetta var eitt svona, við vorum búin að vaka þetta alla vikuna ég hafði verið erlendis og kom tilbaka morgni í mér þá voru alltaf Jón Sigurðsson að vinna með mér hann var svona frá fyrirtækjar ákjafar hlið Landsbankans Stefán Bjarnason var lögfræðingur fyrirtækisins og Árni Þór Þorbjörnsson núna framkvæmdastjóri fyrirtækisins Landsbankans við vorum svona teymið frá Landsbankanum sem unnum í þessu saman og vorum búin að vera að berjast í þessu alla vikuna með lögfræðingunum okkar og svo bara einhvern veginn svo búa raunverulega skosku bankandi til svona pattstöðu hann á föstudeginum til þess að reyna að fá sínu fram af því það var frestur sem var að renna út á miðnætti lífeyrissjóðsskuldbindingum sem þurfti að ganga upp samning sem hafði nást við reglu vörslu aðila lífeyrissjóða og þannig að það var til mikli samningar og svona eitthvað verið að gefa eitthvað eftir og á þarna alveg á síðustu metrunum og endurum var bara ákveðið að samþykkja á miðnætti með handauppréttingu sem að er fyrst á einu skipti sem ég hef upplöðað það og ég held að fyrst á einu skipti sem mjög margir lögfræðingar hafa upplöðað það að Alan Paul sem var yfirmaður Alan Over í lögfræðistofunnar kallar alla fram og biður mennum að réttu pend og samþykkja þetta sem að menn og gerðu þó ég held að flestir hann valla vita hvað þeir voru að samþykkja en já, ég kláraði þetta og þá er þetta svona nokknir komið og við höfum búin undir miklu áleiðingi og þá held ég að þá fekk ég bara svona líklega svona já bara svona smá svona panikatakk einhvern veginn eftir þetta, mjög skytið það ég hef ekki upplöðið áður þá hafði maður greinilega sett sjálfan sig undir það mikið álag en Var þetta dramatísk sena? Nei, ég fór bara að síðis og fann bara að ég þurfti aðeins að taka mér smá hvíld í augnablik og sem ég gerði en ég veit að ég fann fyrir ábyrðin að við höfum þarna tekið ákvörðun að lána sem líklega var 100 og eitthvað milljón pund og styðja við þessa fjárfestingu og svo sem gerum það allir saman en já, það bara það kom þungi ákvörðunar kannski svona og ábyrgðartilfinningin kom á mann já og þá ekki svona þetta það var allavega ég var allavega ekki að íta sjálfum sér mikið lengur heldur en þetta og upplýði þetta svo jafnaði ég mér svo sem bara á því á svona hálftíma 40 mínútum held ég en ég fann fyrir því maður fær panikatakk, það kemur fyrir Akkurat og þetta náttúrulega kannski bara lýsið í kannski bara komið þér á óvart hversu miklu máli þetta skipti eða þú veist það er ekki þetta að tala þetta sem bara eitthvað en náðum sem díl í gegn hérna og þú veist og síðan allt í dettur henni gegn og menn fá bara einhvers konar taugafall þegar þetta gengur í gegn ekki bara í vinnunni fram að samningnum Já, það er einmitt það er svona er kannski bara hugurinn og hérna skiti fyrir bara en við erum öll við þurfum öll að skilja hvað takmörk við að setja okkur og hvernig hvernig best að fást við þessar ákvarðanir og hvernig við best að vinna hlutina og það er svona við erum öll mennsk þannig að ég sé þetta mjög minnist þetta kom mér algjörlega óvörum að þetta skildi gerast og sérstaklega þegar að
raunverulega stærsta álæginu var lokið þannig að þetta sérstök lífsreynsla þess að tala það Akkurat 10 árum síðar eftir að markmið stóra er sett þá býðst þér að gerast bankastjóri Íslandsbanka geturðu lýst aðdragandurinn í stuttum máli bara hvernig, af hverju þið býðst þetta og svo líka hvort að þetta hafi verið, hvernig tilfinningin er að ná áratugs markmiði loksins Já, það var náttúrulega þannig að sko Jón Sigurðsson náttúrulega minn góði vinnur og við höfum vunnið mjög náið, vorum saman hann svona alltaf svona fyrirtækja ráðgjafar megin og ég lána megin í öllum þessum stærstu landsbankaviðskiptum þessum tíma sem við vinnum saman og svo hann ráðinn fenginn yfir til FL Group sem þá að fara af stað alltaf kannski svona lýsir svona kannski sérstökum anda í viðskiptaríðum þeim tíma við erum hvoru orðin 30 á þessum tíma FL Group hafði komist til hafði byggt upp ykkur hlutabröðstöðu í Glitni og Jón hafði sest í stjórnar og hafði mjög mikið áhuga að ég myndi koma að og vera í fyrirtækisviði Glitnis, stýra því þetta 2006 fyrir hann að leggja fyrir að menna að tala það að ég færi það sem bara eins og það en það náttúrulega mér sest þetta þá nú líklega bara 3 ára eða eitthvað síðan ég hafði hætt sko í Glitni og var nú frekar fjarið því að vera framkvæmdastjóri á þeim tímapunkti þegar ég hætti þannig að svona getur þetta gengið fyrir sig þannig að það mikið lagt að mér að komið það og við erum umverulega átt í ágætt samtal við Bjarni Ármannsson sem ég hafði þekkt ágætlega og var langt komin með það ráða mig það verið framkvæmdastjóri fyrirtækisins við höfum þá eignast annað barn, annað Kötlubjörg, dóttur okkar og ákvæmst að við höfum að flytja heim en ég síðan á endanum átti þannig samtal við Sigurjón Árnason sem var til þess að ég var áfram í Landsbankanum og Sigurjón tók það ekki mál að þú myndi færa þig? Ég myndi færa mig og maður svona hort tilbaka lítur nú alltaf að þetta allt þessi hlutur eru svona, þetta náttúrulega mjög sérstakur tími það sérstakur tími, ég ekki orðin 30 og þannig eru 2 bankar að berjast það að fá mig í vinnu ég nú okkur vissum að það var að fá eitthvað betri menn heldur mig það en eitthvað hlutu vegna voru aðstæður þannig að mönnum fannst þetta skynsamlegt þannig ég gerði ekki, ég held áfram í Landsbankanum í 1 ár en þá eru stelpunar konur heim og þannig ég er svona mikið að ferðast og svo bara ganga hlutinir áfram og það verður náttúrulega þetta mínikrísan árið 2006 sem að fyrsta skiptur sem ég upplifa að eitthvað svona sé eitthvað hrygt í stóðunum aðeins og það fyrir gang mikið svona mikið herferð hjá viðskiptaráði Bjarni Ármanns og þeir fara út og maður laga þessi lánakjör og menn fara á stað og laga eitthvað svona krossegnatengsl og svo sett líka að fót þessi innlánsöfnin sem að sem þá uppafið á iSafe sem frækt orðið og Kaupþing fer að stað með það líka Landsbanki byrja með iSafe, það gengur vel ég átti nú svona, var nú eitthvað það var nú svo sem í útubúinu sem ég var ný en ég hafði nú aldrei mjög mikil afskipta því og við höldum áfram og svo gerist það líka í þessum tímum að það sem svona mikið laust fé einhvern veginn í heiminum og mikil svona viðskipta og lána vilji að eigendur bankana einhvern veginn ná að komast í þá stöðu þeir fjármagna hlutabrifin sín hjá stóru alþjóðlegu bankunum og það svona það mjög sérstætt kom mér á óvart hversu mikið það var hægt að hvað var hægt að gera, það voru stórar stöður sem voru fjármagnar Það komir óvart bara hvernig regluverkið leiðið mikið eða hvað? Já, en ég komir óvart að þeir varu þessi stóru bankar sem að ég hafði sjálfur velt fyrir mér áður en að koma að ég fara til Glitnis, þá hafði ég sjálfur velt að mér og hafði verið nefnt við mig að ekkit svona mjög alvarlega en að það verið svona þessi headhunters sem kallaðir eru í London, þeir eru alltaf svona að tala við menn og það hefur nefnt mér raunverulega að komast að ég ráða mig á okkur öðrum bönkum, þessum alþjóðlegu bönkum og ég var svona einhvern veginn að skoða það hvort það kannski svona eitthvað betra að gera en svo kom ég ljós að þessi sömu bankar voru tilbúinir að fjármagna til stórar stöður í íslensku bönkunum og
það er svona já, ég man alltaf eftir því til að þetta voru útskýrt fyrir mér hvernig þetta var að gerast, það vakti undrun mína því að mér fannst þetta skrítið, bæði voru þeir að lána í evrum þá á móti hlutabrifum í íslenskum krónum sem var svona já, kannski ekki það sem að bjóst að myndi gerast og mjög góðum kjörum, mjög lágri álætingu en þá kom það í ljós að það voru svona þessi markaðsborð hérna hjá bönkunum sem voru greinilega að veita þessa fjármunum, allavega hún var gerð og þá eru til þá eru til svona frekar eignabreitingar og svo framvegis og svo kemur að því að FL Group hann í byrjun ás 2007 einhvern veginn kaupir sig meiri stækkar við stöðu sín í Glitni banka og ég þekki svo mikið aðdragandann af því en þá úr því að endan var svo niðurstaðan svo Bjarni Ármannsson ætlaði að hætta og þá kemur Jón Sigurðsson til mín og segir nú vil hann ráða mig sem bankastjóra Glitnis og hann hafði nú verið svona nefnt eitthvað kannski í framhjólaupi áður sem ég tók nú svo sem aldrei alvarlega en svo bara þarna bara á að verða vormánuðum 2007 þá var það bara Jón mjög afkasta mikill maður og framtaksamur hann bara fer þá að ræða við mig og ég verði að hann vilja endilega þá bara fá mig til að vera bankastjóri og já, það var svolítið skrítið svo sem að sjá það raungerast, það gerist þetta til dæla stuttu tími, þetta gerist náttúrulega alltaf bara í apríl ég ráði hann í maí já, ég ekki segja að ég hefi verið svo glórulaus að mér hafi ekki fundist ég verið ungur til þess að taka að mér það starf en að samanskapi þá það er svolítið erfitt að fá svona ákvörðun að þú einhvern veginn já eins og allir sem að fá einhvern veginn svona þá veistu ekki hvort þetta geti verið eina skipti sem er búið það og ég þá láta slag standað ekki og svo framvegis en já því svo sem ekki spáði því ég let slag standa sem þetta er röng ákvörðun Já, telur það núna eftir á þetta var bara röng ákvörðun Já, það er nú ef ég svona hugsa mína fjölskyldu þá hefði ég nú frekar viljað ekki gert það þó ég sé svo sem takkláttur fyrir þá lýsenstu sem ég hef í dag en já, ég hefði allavega viljað geta lært af þessu öllu sem hann öðruvísi heldur en að vera þarna Já, það sem gerist er náttúrulega að þú ert bankastjóri í 17 mánuði og við horfum til ársins 2025 17 ár af einhvers konar málaferlum Já Manstu eftir einhverjum augnabliki þar sem að þú áttaði á því á hversu óstyrkum stóðum bankinn stendur og þú þá sem bankastjóri Já, sko ég náttúrulega fæ mjög stuttan tíma þar sem þetta er eitthvað mjög svona skemmtilegt sko, þetta ég byrja þarna bara í maí og það tekur nú svolítið góðan tíma að setja sig nýja stóran rekstur Maí 2007 Maí 2007 ég er þess að 30 á 31. ári og já, þetta er svona einhvern veginn svona svolítið svona maður er svona að setja sig inn í þetta þá náttúrulega mikla breytingar á stjórnundateiminu líka samanskapið Bjarni Ármannsson eðlilega, Bjarni Ármannsson fer og þá þurfti nú var mikið svona svolítið verkefnarinn að setja saman stjórnundahópin aftur og þannig að ég er mest í því og reyna átt að mér svona áður sem við heimsækja þessar starfstöðar og svo erum við komin bara í inn á hausti þá fyrir Northern Rock kemur banka áhlaup á Northern Rock sem ég man alltaf eftir að sko ég satt á fundi á sunnudegi með Erlendi Magnúsinni sem hafði verið minn fyrirhandi yfirmaður og var núna þá svona undirmaður minn sem náttúrulega skrítið líka en einstaklega góð maður og ég sá hvað það snerti við Erlendi og ég hafði treysti nú hans dómgrind og reynslu vel og það kom alveg á mann að sjá hvað það snerti mikið við honum að þegar þið áttu ykkur á því hvað að Northern Rock hafði lent í fyrsta bankaáhlaupi í 100 ár Já, ok og þetta er í september 2007 við fyrir svo náum að koma í gegn einnig skuldabrútgáfu, hún á vísu var tölvöld dýrari og allir svona frekar pirraðari út í mjög út á því
og svo já en þetta gerist ekki þannig að þú einhvern veginn hverjum degi vonur einhvern veginn að þetta sé að fara að lagast, þetta svolítið þannig og þetta gerist náttúrulega svolítið svona hægt þegar þetta að byrja, það kom einhver svona merki, en merkin eru þannig að það er enginn séð áður og svo langt sinni voru þannig að enginn sem að les í þau svona rétt eins og við tölum þetta er ekki dósipað þessu COVID sem kom yfir, með mann já, þetta kemur og þetta mun gangi yfir og þetta er ekki dósipað ef einhverju satt við þegar COVID byrjaði, nú verður bara 2 ára alheims farsótt sem að heimurinn mun allir lokast og flug mun að hætta og ef einhverju satt að við þegar fyrsta COVID-smiti kom þá voru mjög margir sem nei, það mun ekki gerast og samanskapið sáum við það ekki fyrir okkur að þegar markaðir byrja að sína þessi merki það bara sér það engin fyrir og það er mjög erfitt einhvern veginn að já, maður lærið það sjálfur einmitt að fyrirgefa sjálfum sér að hafa ekki einhvern veginn bara, okkur fattar þetta ekki bara strax við vorum allir ég sagði sjálfum djúðlar í vitlaus að sjá þetta ekki bara strax svo þegar maður lærið svona eins og lesa þetta þá fattar maður þannig og það var kannski ósængjönd þannig að jú, en ég man líka eftir svona aðeins kannski inn í haustið og inn í jólin þá var mann svona fara aðeins að sjá svona að vera aðeins stressaðir svona yfir þessu ástandi og sá að þetta ekki það kannski kerfið var ekki byggt á sterkum stöðum en þetta hafði vaxið mjög hratt það voru margir gjaldar koma og það var náttúrulega þetta var allt svolítið mikið tengt hlutabréfaverðið og efnahagseiningar bankana og eigendurnir og allt þetta þannig að þetta var nú jú þú gast séð það í einhver hluta vegna hafði og íslenska kerfið hafði byggst upp þannig að það var svolítið samtvinnað þannig að þú gast alveg fara átt á því ef þú ætlar að taka einhvern eitt hlut út eins og það orðið að hafa eitthvað þessi stóru eignarsölu það myndi hafa keðjuverkandi áhrif. Af hverju stekkur ekki frá borði? Góð spurning. Ég hugsaði, ég byrjaði fyrst að hugsa þarna, einmitt, held ég fyrir jól 2007 en mér fannst ég ekki geta gengið frá hálfkláruðu verki, mér fannst ég ekki geta brugðist því sem að ég tekið að mér vildi koma bankanum í gegnum þetta verkefni, ég fann alltaf fyrir mjög mikil ábyrgð tilfinningu að gera það. Búin að vera bankastjóri í hálft ár? Já, og þannig ég stefndi svona hugsaði það en já, ég man eftir alveg að vera rætt að ógstu líka við segja bara, ekkur hætti þessu ekki bara og en maður einhvern veginn svona vildi ekki fara frá hálfkláruðu verki held ég að það hefði verið svona tilfinningi sem var með En ef ég einfaldi þetta svona og ég meina bankinn hrynur og þjóðinni finnst að þurfa að finna sökudólg ekki bara eðlilegt að allir benda á bankastjóra? Jú, hann ber tölur ábyrgð á því og ég held að já, stjórn sem eðlilegt, stjórnandi bankana bera svo sem ábyrgð á því að þetta bera ábyrgð á sínum bönkum eins og gengur gerist en ég held að ábyrgðin er kannski í kringum hvernig þetta verður til að það er náttúrulega stóðunum kippt undir öllum bönkum í heiminum, þeir eru allir byggður upp þegar við íslenska bankkerfi byggist upp á því að það er fjármagnaði tölur með heildsölu fjármagni og það byggist upp á að skilabóðin eru náttúrulega alltaf svona jákvæð, þeir stækka, þeir fá jákvæðar lánshæfismatseinkunn með betri lánshæfiseinkunn þá bætna kjörin, svo får mann gefa út betri skuldabréf og svo bara þannig uppeist þannig að það eru svona mikil svona jákvæð merki sem er að byggja upp þegar ég kem inn í Glitni byrjun á 2007 þá hafði nýlega verið með þrefalt lánshæfiseinkunn, hæsta mögulega lánshæfiseinkunn hjá Moody's sem hafði síðan verið leiðrétt þannig að já, íslensku bankandi byggjast svo sem allir upp með þessari fjármögnun og fjármögnunin og uppbyggingin er byggð á þeirri forsendu að skuldabréfamarkaðar heimsins myndu vera opnis já alveg, en það er ekki gleyma það er ekki ósvipað og margir bankar í heiminum
og flestir, mjög margir aðri bankar voru byggður upp eins og voru með sambarlegt hlutfall og kannski með 30-40% af sínu fjármögnunum sem innlán og svo restin með svona einhverjum lánum og svo EIF. Þannig að þetta var alveg þekkt og raun og veru mikil eftirspurn eftir skuldabröfum bankana, háarlánsásekanir og svo framvegis. Og síðan síðan komum við þarna fram á þetta ár, við gefum út skuldabröf í september 2007 og frá og þeim ég myndi síðan svona frá með síðan voru markaðir mjög erfið sem vonust mennum að markaðir myndi opna þarna í janúar frá voru þeir bara lokaðir og viðskiptamódel íslensku bankana þó þeir voru í Landsbankin og Kaupþing til dæmis voru sem búin að reyna að snúa sér mikið yfir í heildsölu, mikið yfir í þessi netinnland, þessi fjármöndu sína en framtíð þar sem að skuldabréfamarkaðir voru lokaðir eins og þeir síðan reyndust verða lokaðir í bara mjög langan tíma það var ekki hægt að leysa úr því. Nei. Slitastjórn Glitnis gerir síðan kröfu á einhverja milljarða á þig persónulega. Varst þú, þegar maður sér svona, varst þú stóreignamaður með marga milljarða inn á reikning til þess að gera tilkalli? Alls ekki. Já, svo eftir svo hreinur náttúrulega förum við í gegnum þetta förum við í gegnum hrunnið og eins og það gengur allt fyrir sig. Það mjög mikilvægt að muna að mjög margir aðrir bankar í heiminum lentu í nákvæmlega sömu aðstæðum. En þeir bara byggu við það aðstöð að þeir voru partur af kerfum þar sem voru stóru seðlabankar og þeir héldu á að fjármálabankana þar alveg endi félluður ekki. Ísland raunverulega eitt af þessum fáu löndum þar sem að bæði ríki og seðlabankarnir bara gátu ekki gert það voru ekki og það var alveg bara rétt ákvörðun, það var raunverulega rétt ákvörðun sem var tekin að það var ekki hægt að endurfjármagna allar þessar erlendu skuldir. En jú, svo bara förum við í gegnum það eins og kannski nokkuð þekkt og þá hefjast kannski ekki strax en jú, svona líklega árið sér þá byrja þessi stóru málaferli, það kemur kannski svona logn eftir þarna 2009 eftir og svo kemur skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 2010 og eins og ég hef bent á þá kom mjög fín skýrsla út þarna frá honum finnska Karlo Jannari bara í mars 2009 held ég sem var súmurur þetta nú svo sem ágætlega en skýrslan svo kemur rannsóknarnefndar skýrslan sem var mikið rit og kannski ég myndi segja full löng og ítaleg með við að hún var kannski 1/3 skýrslan sem var skrifuð í Bandaríkjunum þar sem að kannski upprunni þessara ofgnótt fjármagns og svo samdrátt þessara fjármagns átt sér stað. Já, og svo í kjölfarið hefjast þessar, ég gerir svona mín viðskipti í slitastjórnina voru svo sem kannski þannig að ég segi ég náttúrulega lapp út í bankanum í október og bara taldi mig ganga nokkur hreint frá borði og gerði samkomulag við þau að hætta og greiddi tilbaka töluvert af því sem ég hef gengið, þetta fyrsta starfi sem ég hef unnið sem það ekki gengið vel og fannst svo sem eðlilega ég ætti ekki að njóta neins mikil skóðs af því og vildi bara skilja við eins hreint og mögulega en svo hefjast þessi málaferli og síðan eftir mikið af kröfum og sem að maður áttar sig ekki alveg á af hverju hvernig þau voru svona drifin áfram ég var náttúrulega klárlega engin milljarðamæringur og átti enga reikning til þess að sækja á ég hef bara verið launamaður í bönkunum og fengið vissulega mjög vel borgað og háar bónusgreiðslur og svo framvegis en ekkert sem að geti staðið undir einhverjum milljörðum og snýrist líklega að sækja á stjórnenda tryggingar og svo framvegis og síðan var það náttúrulega einhver málaferli með það og hvernig það myndi ganga reyndu síðan ekki gildar hjá okkur en en þau mál svo sem settluðust öll á endanum og en það var svolítið lögfræðinga æfing svolítið langan tíma. Já, þú ert orðinn lögfræða maður eftir þetta ferli. Það náttúrulega, ég meina almenningur bara, það virtist vera eins og hann var að fagna því að það væri verið að taka á þessu máli og það var svona að vera að espa svolítið upp í öllum fyrirsögnum og fréttaumfjöllunum eftir hrun að það væri verið að ganga á eftir bankamönnunum og það náttúrulega spurðist til leigubílstjóra í Bretlandi meðal annars. En ég svona forvitin að vita frá þinni hlið, hvaða tímabil upplifir þú sem bara svona einna mest krefjandi eða erfiðast þarna eftir hrun?
Já, það er náttúrulega klárlega, ég myndi segja vorið 2010 þá var svona mjög erfiður tími í mínu lífi þá bæði það var búið að vera svona þessi lokmálla og árið 2009 það sem hafði ekkert að gera og var svona einhverjum smá ráðgjafarkjöndum og svo vissi maður náttúrulega að endar þess að fréttir því að var svona að það væri að koma þessi málaferðla á mánuð og ég myndi segja mér stemt á slitastjórninni voru 2010 bæði á Íslandi og svo þetta stóra New York mál kert í gang og það var mjög sérstakt líka einhvern veginn að ég las bara það mér stemt í New York bara á fréttamilinu RÚV sko, þannig að ég Og eru viðskiptamenn ónæmir fyrir því að vera stemt eða tekur þetta á? Það tekur náttúrulega mjög mikið á það var mjög mikið áfall einhvern veginn að maður bara vissi ekkert hvað var að gerast og vissi ekki hvað það þýddi og já, þannig að það var, ég myndi segja að það var þetta voru þannig að 2010 var mjög erfiður tími hjá mér þá þurfti maður greinilega maður vissi að þá áttaði mig sá því þarna maður vissi svo sem alltaf að vera að fara að gerast og svo alltaf bara endalaust náttúrulega í fréttum vera með sérstakann saksóknara og allt það og þá vissi maður þurfti að fara að undirbúa sig fyrir þetta ég bara greip til minna aðgerðarinn að undirbúa mig andlega fyrir þetta en þetta var mjög erfiður tími, engin spurning. Hvaða vopn notaðir bara svona þér í hagi þessari baráttu? Hvaða aðgerða greipstu til þess að bara komast í gegnum þennan tíma? Já, ég var búin að grípa svo til þess að nota mikið svo sem hreyfingu til þess að svona vera með námi betur og svo fór ég bara að leita til sálfræðings og svo var endanum ég leitaði til geðlæknis og til þess að svona sjá eitthvað ljós í þessu öllu saman þetta var mjög yfirþyrmandi verkefni það verður viðurkennast. Hvernig er tilfinningin? Bara, ég meina, hver er vanlíðanin? Já, þú náttúrulega sér fyrir að þú eigir náttúrulega sem enga framtíð. Og þú þarna mjög frambærilegur náungi búin að ná langt í viðskiptaheiminum og þarna í rauninni bara hefur ekkert að gera, það er öllu kippt undan þér. Já, menn þú upplýðir það náttúrulega, þú hefur enga framtíð og það er ekkert, þú hefur náttúrulega orðið bara öllum til tjóns og skaða, bæði fjölskyldu vinnum á landinu þínu, þannig að það er ekki góðu staður að vera á. Og þegar þú sérð eða sérð þú alltaf þessa frétta umfjöllun sem á sér stað þig og fjölskyldaðin, ég meina spyrst þetta til ykkar eða eru þið bara eins og spyr, er viðskipta fólk alveg ónæmt fyrir þessu eða eru personur hérna á bakvið, manneskjur? Já, ég meina býðir það er allir náttúrulega næmi fyrir því brettir sem er sagt þú náttúrulega við reyndum náttúrulega að venda börnun okkar mjög mikið fyrir þessu ég held að þau hafa ekki á í sína æsku aldrei horft á fréttatíma eða lesið dagblað þannig að frá svona árunum 2009-10 það var þeim, við svona heldum þeim bara frá þessu og þetta svona snerti náttúrulega líka svona fjölskyldu og vini mikið en þú lærir mér flott að finna þína leið til þess að vinna með þetta það er bara nokkur valkostir í þessu eins og við sögum eftir í bönkunum, þetta bara verkefni og á sama tíma auðvitað fann maður fyrir skilningi fyrir því að það var verið að maður gæti ekki annað en haft skilning fyrir því að maður verið að rannsaka þessu hluti og þetta voru stórkostlegir atburðir og fullkomlega skiljanlegt að fólk vildi heyra skýringar og kannski það sem maður bara persónlega er bara að reyna að gera bara komast í gegnum daginn og finna hver er tilgangur með því að ég sé eitthvað að halda áfram sko. En það var náttúrulega mjög mikilvægt að fjölskyldu og það var náttúrulega alltaf bara minn kompás í öllu að reyna að vera til staðar fyrir mínu fjölskyldu og fyrir dætur mínar og það skipti það var það sem það sem keyrði mig áfram í þessum verkefnum að komast í gegnum dagana og finna leið til þess að fást við þetta og náttúrulega vera reyna eftir mesta magni að vernda fjölskylduna fyrir þessu öllu en ég meina þú finnir fyrir óendarlega mikill sektarkennd og ábyrgð tilfinningu gagnvart því að hafa verið partur af hafa verið í þessum atburðum en svo eftir sem að
þess vegna fór ég náttúrulega strax og menntaði mig tölvöld til að skilja hvernig það hafði gerst. Já, í hverju menntaðir þig? Ég sótti náttúrulega svona stjórnundanám, executive nám hérna upp í Harvard Business School sem að ég var svona lánsamur fór að komast inn í og í framhald af því kynntist ég mjög góðum svona hagfræðiprófessor og fór svo sótti nám í hagsögu. Þannig að ég tel mig skilja mjög vel hvernig þetta gerðist og þá gæti ég fyrir áttam á því að ég áttam á því að hvernig íslensku bankarnir voru settur upp það var og vitandi það núna sem við vitum núna það myndi ekki vera til staðar einn seðlabanka aðstoð eða frá þessum stærstu seðlabankum heimsins og þá vitum við það að það var svo lítið sem að það var óauðkvæmulegt að hérna bankarnir myndi falla eins og þeir höfðu verið byggður upp og ég held að það er nú svolítið erfitt að segja að það sé einhverjum einum að kenna að það gerist það er bara kerfið var og það er ekki það að það hefur verið byggt upp með einhverju slæmu það var byggt upp á því menn vissi ekki það sá enginn fyrir hvernig myndi hrikti í þessum stóðum og hvernig þessi skipur myndi breytast þannig að flest lönd við opnun á sínum fjármálakerfum gáki í gegnum einhverjum svona bankakrísur gerist í Skandinavíu, gerist í Asíu og þetta var okkar, hún var svolítið svona stór og mikilfengleg en við vorum raunverulega það lánsöm hún var það stór og mikilfengleg að það var ekki hægt að berga bönkunum þannig að við náðum að forða tjóninu frá hérna Íslandi og þeir eru mikinn heiður skilu þeir sem stóði þeim aðgerðum bæði í Seðlabankanum og hjá ríkisstjórninni á þessum tíma svona, þessum fyrstu skrifum eftir, ég meina setningin neyðarlega er á endanum mjög góð aðgerð fyrir landið þannig að maður lærir svona í hagsögunum mjög áhugaverð ég byrja að þú lærir hagsögu og þá erstu aðalega fjallum atburðir sem gerist 1929, 1930 þannig ég held að við höfum eftir að flýsja laukina aðeins meira varandi þetta íslenska bankarunni eða þessu kallaðir Global Financial Crisis þetta var náttúrulega alþjóðleg fjármálakreppa hún er ekki bara íslensk og Ísland er umverulega bara svona einhvern veginn flýtur upp og niður með í því Akkurat. Þannig að það var svona maður lærir fyrir gegnum þetta og saman fyrir mig einhvern veginn að vera að mennta mig og skilja þetta allt saman það hjálpaði mér svona einhvern veginn að skilja þetta allavega fyrir mig og svo var maður alltaf bara að reyna að komast í gegnum verkefni að fást við þetta lögfræðilega verkefni sem var að koma. Já, akkurat, sem er ekki síður mikið álag og áriði. Nei. En hérna, þarna endar síðan að gera hlutina rétt og ferði í AA-samtökin. Voru þau mikilvægt heillaskrif í þessu bara persónulega uppgjöri? Já, það var einhvern veginn fyrir þá fer ég AA-samtökin hann bara í nóvember 2010 og það var eitthvað svona ég er nú ekkert mjög trúaður maður en ég trú á svona mitt almætti og þá er mér svona bent á einhvern veginn lendi í því að þarna í nóvember þá ákveð ég að nú þýði ekki að berast við þetta lengur svona einhvern veginn á nefanum ég er bara að stíga á fullu inn í AA-samtökin fara inn í þetta heilundum sem ég gerði og ég vissi náttúrulega hvaða menna ég myndi leita til sem ég gerði, ég var í Lundurum á þann tíma og leitaði góður manna og komin strax á minn fyrsta fund ég hafði þessum farið að fundi áður en einhvern veginn ekki tekið inn og tók bara prógramið svona vel að mér og eins og allir vita sem hafa gengið ekki það mjög lánsamur hafa gert það og svo þyngdust bara verkefnin eftir því sem að ég var komin inn í þetta prógram og þannig að þá var nöðsilegt að það var mjög hjálplegt að vera komin í prógramið til þess að fengist þið verkefnin sem voru koma Er ekki að einhverju leiti svona ósjálfur viðbröð að bregðast við með því móti að bara reiðast eða einhvers konar fara í einhverja sjálfsvorkun Er það ekki svolítið freistandi þegar að stendur frammi fyrir svona áskorun? Jú, það er mikilvægur manneskir í mínu lífi sem hafa ekki mikið leitt mér að komast mikið upp með sjálfsorkun og það er nú einkona mín og og svo var ég mér bleið benda mjög snemma í vinnu í AA-samtökunum að sjálfsorkun væri nú ekki myndi ekki koma mér langt ég held ég hef nú svo sem ekkit ég hef nú alveg heiðarlega saman ég hef nú ekkit verið neitt uppfyllar á henni en ég það mér var sagt strax gert það ljóst að það væri ekki í boði Nei. og hef tilengað mér það síðan og ég alveg sammála það var bara neini og svo er bara svona góð vinna þetta svona þegar eru þungverkefni að vinna það einn dag í einu
Má ég lesa upp hérna 4 línur úr bókinni þinn og þú kærir mig síðan bara fyrir stuldur á höfundavörðu efni, en það er hérna árinu lauk með því að Símon Sigvaldason kvað upp 5 ára fangelsisdóm yfir mér hinn 21. desember. Dómurinn var nákvæmlega sá sami og hefði fallið í sama máli 2 árum áður. Þá var þetta annað ári í röð að Símon kvað upp dóm yfir mér á vetrarsólstöðum og með nákvæmlega sömu röksendum. Ég og Ágústa, sem er konaðinn, voru nú komin í mikla æfingu í þessu og ekki kom til greina að láta þennan dóm eyðileggja jólin fyrir fjölskyldunni. Ég fór á góða æfingu í líkamsræktinni og bað fyrir Símoni. Þetta er ekki mikil reiði og sjálfsvorkunn að mínum mati. Nei, menn ég alls ekki, ég menna ég ég lærði vísu, þar komið svona, ég lærði mjög fljótt að það er rosalega mikil orka sem fyrir að vera reiður. Og mér einhvern veginn lukkaðist að mér snemma að setja hlutin í samhengi, og þó að ég ég hef lent í þessu verkefni einhverju vegna, að þá verður maður náttúrulega bara ráðast yfir það að sko, lífið er ekkit endilega sanngjarnt, og ég get ekki sagt annað en að þráttu alltaf að ég gríðarlega lánsam maður. Ég á heilbrigða fjölskyldu og gott hjónaband og hef bara fengið sérstök verkefni og áverið mikið álag og lendi í þessu, en fólk gengur í gegnum hræðilega atburði á hverjum degi. Börnin þeirra veikjast, þau verða fyrir sjúkdómum sjálf, fólk lendir í slysum, og þú setur þessar atburði til hliðar við það sem við erum að fást við, vitsmunulegt verkefni og brasi í Héraðsdómi Reykjavíkur, sælur 101, þá er það bara fáránlegt að mér að vera einhvern veginn að vera að fyllast einhverju sjálfsvorkunni við því sem ég er fangur. Ég fekk þetta verkefni, ég tek það að mér og ég reyna að nálgast það eins og flest verið til fyrirmyndar í því, og það sem ég hef reynt að gera. Auðvitað verður við öll reið og allt það, ég minna, en ég náði að afgræða reiðina. Unglingsárunum afgræði ég mesta reiðinni gegnum karate, það var mjög góð þess að losa reiði, og ég ger það nú í dag bara með því að reiða mig mikið, og svo var mér kennd þessi leið sem ég skal viðurkenna. Mér fannst ekki mjög skynsamleg eða freka fáránlegt þegar mér kenndin fyrst að biðja fyrir þeim sem á mann sækja, og ég gerir það. Það er eitthvað við það er bara það virkað. Mörgum finnst þetta alveg fáránleg hugmynd hjá mér, en mér var kennt þetta og hún virkað fyrir mig allavega, þannig að það er bara, og ég mæli með henni. Já, tökum það sem virkar. En þarna, ég meina, þú nærið að vinna þig upp á ansi góðan stað, myndur ekki segja og sért á bara fínum stað allavega í dag? Jú, ég bara betri stað en í nóvember allavega? Í nóvember 2010, seg? Já, ég er miklu betri stað en í nóvember, klárlega. En áttur alveg afturkvæmt í viðskiptalífið og þú veist, ég meina, hvað og líka bara önnur hliðarspurning, langaði þig aftur í viðskiptalífið? Já, það er alltaf sem að kerði mig áfram strax að sko þessi ráðlegging sem ég fekk fyrst að vera ekki lögfræðingur í einu máli, þannig að ég að vera ekki lögfræðingur í einu máli. Já, ég myndi ekki ég ætti ekki verið að einbytta mér öðru en að verja mig einhvern veginn sjálfur að setja mig svona mikið inn í þetta allt búið og gert. Þannig ég ákvaða strax að og svo heppin að ég reið Óttar Pálsson til þess að vera lögmaður minn, þannig að 2011, og Óttar hafði verið í bönkum og ég fattaði mig að ég vildi vera með lögfræðing sem að þetta var svona alltaf að fara að gerast, ég vildi vera með lögfræðing sem að sem þekkti svolítið betur hvað við erum að fást við. Það voru allt milljarðar og myndi skilja þetta. Þannig ég ákvað að fá Óttar, ég sá bara frétt að Óttar var í lögmennsku, hringdi í mann sem þekkti hann og bara ákvað að hringja beint í hann, og hann svona, við höfum aldrei hist, ótrúlega satt, að þó við vorum bæðir að vinna í bankinu, við höfum aldrei hist á þenn að ég hitt hann bara og segir, þú eru verið lögmaður minn í þessu, þú er þeim sem myndi skilja þetta og það var eitthvað fyrsta fundi? Það bara fyrsta fundi. Þú er svo eini sem skilur mig. Já, kannski til hljómar sem kannski romantískara en og hann svona, þetta var fyrsti dagur næst tilbaka þegar maður byrjaði aftur í lögmennsku og logos og ég fekk hann til að vera í þetta og ég heldur við ákvað fyrir eitthvað flott, ég sagði bara, ég vil bara, þetta það, skiptir það mjög miklu máli, ég tel mér ekki hafa gert, ég veit að þetta fór ekki vel, en ég veit að ásetningum minn í því hvernig ég vann og hvernig ég gerði hlutina var alltaf góður. Þannig að ég
ég bara alveg þannig upp, ég veit þú getur hort tilbaka á allar þessi ákvarðanir sem ég tekst og alveg varstu vitlaus að gera svona, ég er alveg samanlegur, ég vildi ég hefði vita betur og ekki gert svona, hefði vandað mig meira, farið varlegar, sofi betur hlutunum, ekki einhvern veginn en ég allavega ásetningum mínum var ekki slæmur, ég taldi mig alltaf að vera að gera ég var aldrei að gera neina hluti fyrir sjálf mig, ég var alltaf að reyna að taka rétta ákvörðun fyrir bankann og þetta var svona parturinn okkar fyrsta samtali okkar Óttars og ég sagði þú mútt aldrei finna neitt það, en ég vil að þú gerir allt gegn því, já. En ég vil að þú gerir allt sem þú gerir til þess að venda mig og ég skal gera allt sem ég get til þess að búið til peningana til þess að borga þér. Staðan var þannig fyrir þig að þú þurftir að finna peningana til þess að borga honum fyrir það starf. Já. Og þarna, út af þú segir sko hvað þér gekk til og þess vegna spurði ég áðan sko hvort að þú hafi verið einhver stóreignamaður út af því að þú veist, fyrir mig sem horfir á hrunið 14 ára, það bara, þú veist, mér er alveg sama að þú sért einhver útrásavíkingur eða bankastjóri, þetta er allt sama klappið, bara þú veist, gæjar sem er eitthvað fárlegan pening og arðræna heila þjóð og hérna allir brjálaður út í það er bara samstæðan í þjóðfélaginu en þetta er alveg þessi kraftmikið sem þú segir þarna og ert að lýsa þarna fyrir Óttari að þér stóð ekkert, þú ætlaðir engum neitt vont eða þjóðinni slæmt eða að taka einhver áhættur sem að myndi kosta fólk mikla peninga og hérna, þjóðina mikla reiði. Það sjálfsög ekki og það virðist verið ykkur miskilningur ég kannski mun ekki koma orðum vel að því en sko ég upplifði það aldrei í einhverjum þeir sem ég vann með menn voru mínir samstagsmenn voru síðast að hugsa einhvern veginn sjálf sem voru alltaf að reyna að koma menn voru ungir, reynslulausir, menn sá ekki fyrir og menn er að koma úr einhverjum svona spretti þar sem að eignaverði í heiminum eru öll og uppleið og allt er keppnin einhvern veginn hver getur verið náð mestum hagnaðanum og svo framvegis og bankarnir náttúrulega þrír að myndast mikil samkeppni millar, þetta er svona 3 keppni alltaf Íslensku bankarnir og menn eru bara kappsamir í viðskiptum það að einhver ætti sér eitthvað þetta er einhvern veginn svona röng, ég veit ekki hvernig ég get útskýrt þetta er einhvern svona röng upplifun eða ímynd sem er til að það að hafa verið inn í bönkunum að menn hafi verið með einhvern veginn að ákveða að reyna að vinna allir voru bara að reyna að vinna bankunum sínum hag, ok, og svo lenda menn allir í vandræðum, það verður til mjög mikið af eigin bréfum og menn reyna að finna svo verða það sem voru uppbygging viðskipta að verða mikið af vandamálum til að leysa svona frá haustinu 2007 en menn snúa sér ekki við einhvern veginn og segja bara, herru, já nú er bara hérna að koma hérna alþjóðlegt fjármálahrun, við þurfum bara að loka og bara lífið er bara ekki þannig það er bara, þú veist, það er, ok, núna er hérna mótundur og það er einhver smá brekka núna og nú þurfum við að vinna okkur gegnum hana og svo munum við halda áfram það er eðlileg mannleg viðbröð nákvæmlega sem viðbröð átt í staði í þessum COVID-faraldri við vorum alltaf að búist, já nú er að búið og nú höldum við áfram, en svo koma bara aftur þetta er ekki dósupað í upplifun sem var í þessu, þannig að svo upplifum að bara, já, menn voru unnu með góðum ásendingi ok, svo getur menn sagt að eitthvað verið mistök klárlega og eitthvað mátti gera betur og menna hraðin og mikill og ekki allir, menna ykkur atvik hafa náttúrulega komið upp þar sem menn hafa gert eitthvað fyrir sjálf og sig og svo framvegis, eins og gengur og gerist en mikil meirihluti fólk sem er í bönkunum er bara alltaf að reyna að bjarga þessum bönkum reyna að komast í gegnum þetta verkefni ekki vitandi það að á endanum myndi vera hérna ef við varum komin inn í miðja alþjóðlega fjármálakrísu Nei, akkurat. Finnst þér eins og að umhverfið eða bara svona tíðarandinn hendi núna fyrir þessi bókaskrif, akkur er ekki búin að gera þetta fyrir löngu, akkur beðst ekki lengur með þetta, akkur er núna Já, góð spurning Já, ég vona það allavega, ég vona hún sé allavega veit þeir fyrir þá sem hafa áhuga á sig áttum að þetta er kannski ekki þetta er ekki áhugavert fyrir marga en ég vona hún sé ekki já, það sé svona kannski betra að tala þetta núna, menn ég hef ekki talað við fjölmiðla fjármálahrunið síðan 29. september 2008 Einmitt. Ég tók það ákvörðun þegar ég var komin í dómsal að fyrst að það var ákveð að færa samtalið inn í þangað þá myndi ég bara tala þar Já en já, svo tíminn líka bara gefur okkur kannski bara betra sjónarhörn á marga hluti þannig að ég held að ég vona alltaf hún sé eitthvað framlag eitthvað svona smá innlag í þetta allt saman Er þessi bók stærsta viðskiptahugmynd sem þú hefur fengið frá því að bankarnir hrundu? Nei, hún er það alls ekki og svo þessi skipt ekki fram að þá er hún
auðvitað vissuleiti bara svona einhvern veginn mitt aukjör og ég reyna að leggja eitthvað mörgum að því mér finnst að þetta sé svona aðeins sanngjarnt ekki menn kannski fólk fá kannski aðeins betri innsýn eða hvernig var raunverulega að vinna í þessum bönkum og ég tek það skipt fram að allur ágóði af því að gefa út þessu bók rennur til styrktar Krísuvíkursamtakana sem er frá heimilisins í Krísuvík sem hjálpar fullt af einstaklingu sem þurfa langtíma meðferð við áfengis- og vímuefna misnotkun eða við fíkn og þannig að já, ég er bara það er þessna sem ég er að gera þetta það kemur svo bara ljós hvort að þetta sé ég er búin að allavega verði til eitthvað skaks. Akkurat, ég er alveg að fara að sleppa þér bara nokkrar viðbót út af að það er svolítið gaman að þú talar fjölmiðluna og að þú haldið frá þeim, þú varst nú svona svolítið líka viðkomið fyrir fjölmiðlunum sem bankastjóri, þú varst ekki að reyna að trana þér fram í á forsíðurnar og þú fékkst hann Helga Rúnar Óskarsson, forstjóra 66 gráður norður og fyrrverandi viðmála þáttarins fyrst og fremst, til þess að svona ræðuþjálfa þig. Já. Hvernig kom það samstarf til? Og Helgi er náttúrulega mjög skemmtileg karakter og mikil orka í honum, náðu þið vel saman eða? Já, ég greip Helga Rúnar frekar fljóttri og komin inn í bankan hann var þá starfsmaður. Já, hann hafði verið ráðinn þar og hann var keiftur út úr fyrirtæki sem hann átti sem var Dale Carnegie og var þarna og ég fattaði að þetta var svona maður sem ég myndi þurfa að halda þannig að hann er já, mér þótt ekki, ég fattaði að vísu bara 2 vikum eftir ég var byrjaður í þessu banka, mér hentaði miklu betur að vinna í kannski svona þéttum hópa fólki heldur en að vera svona mikið svona persónu út af við, mér ræðuhöld mér ekki sérstaklega töm eða mér finnst að ég fæ ekki svo miklu orku út úr því að þessu fólk heldur en ég svona gera það þegar það þarf að gera það og þannig ég fekk Helga Rúnar til að hjálpa mér að þjálfa mig og svo var hann alltaf minn svona mannauðs maður, hann er mjög góður orkumikil maður, Helgi Rúnar en hann fekk það lít öfundsverða verkefni að þjálfa mig í ræðumennsku ég fór út í vera líklega úr mjög slagur í bara slagur já, og hann fagnaði þeim sigri þetta var mikil framför eiga viðskipti hugðin allan í dag? Hvað er Lárus Velding að gera í dag? Hvað er í óskopur? Býrðu á Íslandi eða hvað er að gerast? Við lifum svona lífi sem er svona einhvern veginn sem er ekki með skilvist, við búum á 2 stöðum eða bý bara í Lundunum og Íslandi og núna erum við meirlutan á Íslandi og þannig ég er svona 60-40 líf og alltaf 60% öðru hverjum einn helgast svo mjög mikið af því hvað dætur mín að vilja vera í námi en jú, ég er einhvern veginn lukkast þess að vera áfram í viðskiptum ég fór mjög mikið í að vinna með fjölskyldum eftir að ég hætti þessu hendaði mér vel, það er engin umboðsvandi að vinna fyrir fjölskyldur vinna með fjölskyldum já, svona efnuðum fjölskyldum og ég var náttúrulega fór að vinna mikið með Walker fjölskyldunni í Bretlandi og sitt núna í stjórn Iceland Foods og við var fjármálastjóri þeirra tímabili og svo framvegis og svo einhvern veginn hefur það já, ég hef einhvern veginn aldrei verið verkefnalaus það hef bara dregist inn í verið ráðlegt fjölskyldum mikið og við keyptum svo sem einhver fyrirtæki saman ég og Walkerarnir átti ég að koma að þessu uppbyggingu stoðaverkefnisins sem var mjög skemmtilegt við erum núna búin að vera 5 ár í því og þannig að já, ég einhvern veginn er bara mjög mikið í viðskiptum og hef gaman að það er svona ég er svona öðru hlutverki núna, ég er svona í þessu ráðgjöf hvernig á að fjármagna eða oftast það er eitthvað svona alþjóðleg tenging eða eitthvað varandi milli Íslands og útlanda og svo er ég náttúrulega verkefnum í Bretlandi þekki ég náttúrulega marga bankana en þá mjög vel og kemur þeim og þetta er orðið hansi gott tengstanett eftir 20 ár og ég er gaman því ég er ekki í það ef það er einfalt, þá er ég ekki í því Nei, það er reglan, vel gert Loka spurning, hvað viltu segja við alla strákana og stelpurnar sem að horfa á Lárus Velding taka við bankastjórakeflinu og eru búin að vera með það sem 10-20 ára markmið hjá sér að komast í sömu stöðu Já, setja ykkur eitthvað annað markmið Þetta eru loka orðin Lárus Velding, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og til hamingju með bókina þennan Uppgjör bankamanns Takk fyrir